Komið þið sæl. Ein besta leiðin til þess að tryggja öryggi kóngsins í skák er að hrókera. En það að hrókera tryggir ekki fullkomið öryggi kóngsins og í þessu myndbandi ætlum við að læra nokkrar sóknaraðferðir til þess að brjóta niður vörnina í kringum hrókeran kóng. Við ætlum að byrja á einu einföldu dæmi úr skák sem ég sá því ég var yngri, byrjun sem að kallast ítalski leikurinn og flestir þekkja. Sjáum þessa stöðu hér eftir byrjunarleikina E4, E5, riddari F3, riddari C6 og biskup C4. Þetta er eina algengustu byrjunum sem að sjást á taflborðinu og hér er algengt fyrir svartan að svara þessu með biskup C5 og hér getur hvítur gert ýmislegt en í þessari tilteknu skák þá lék hvítur D3 og hér gerði svartur strax mistök. Ég hugsa besti leikurinn sé riddari F6 en svartur lék riddari G til E7 og sá leikur er mjög slæmur í þessari stöðu því að riddarinn er svolítið fyrir hér. Hvítur réðst strax til atlögu og lék riddari G5 og hóta peðinu hérna F7 og það er ekki margar leiðir til þess að valda þetta peð. Svartur gæti reynt í þessari stöðu að leika D5 til þess að loka skálinu biskupsins en þá dræpir hvítur á D5 og eftir riddari dreipur D5 þá getur hvítur leikið drottning F3 með mjög hættulegum hótunum sem að svartur á erfitt við að eiga. En eftir riddari G5 þá hrókeraði svartur. Og kóngstæðinu á svartum lítur vel út og við sjáum að F7-peðið er núna valdað og ef hvítur drepur hér þá fær svartur 2 hvíta menn fyrir hrókupeð og hvítur missir alla sóknarmennina sína. Þannig að þetta er ekki gott fyrir hvítan. En þó að kóngstæða svarts líti vel út þá er vandamálið það að eftir drottning H5 þá hvítur komið með svo marga menn í sóknina. Drottningin hótar máti á H7 og riddarinn, drottningin og biskupinn hóta að drepa hérna F7. Þetta er rauninni tvöföld hótun sem erfitt er við að eiga. Það er mikilvægast fyrir svartan að stoppa mátið á H7 þannig að svartur lék H6 en þá drep hvítur hérna F7 með riddara og nú er svartur í miklum vandræðum. Eftir hrókudreipur F7 kemur drottningdreipur F7 og hvítur skipta mun og peði yfir. Þannig að svartur lék drottning E8 sem er ennþá verra en nú getur hvítur fráskákað. Hann drap hérna H6 með riddaranum með skák, svartur verður að færa kónginn og þá fór hvítur tilbaka og fráskákaði aftur, riddari F7 og svo máta H8. Einungis 10 leikir og ég man alltaf eftir þessari skák og þessu þema hvað var auðvelt fyrir hvítan að sækja á svartakónginn eftir að hann hrókeraði hérna. Það eru nokkrar þjóðalbatareglur sem ég vil kenna ykkur sem að geta hjálpað ykkur þegar þið eru að sækja á kóng andstæðingsins. Og fyrsta reglan sem ég ætla að sýna ykkur er þessi hér. Nota mennina, það er alveg mikilvægasta. Við viljum helst geta nota alla mennina okkar í svo. Það er auðvitað ekki alltaf hægt en notum sem flesta menn eins og við getum. Regla nr. 2. Þegar við erum að sækja þá er rosa góð þjóðalbataregla að telja mennina sem við erum með í sókninni á móti þeim mönnum sem eru í vörninni. Kasparov hafði þessa þjóðalbatareglu og reglan hans var ef hann væri með fleiri menn í sókn heldur en andstæðingur var með í vörn þá væri sóknin líkleg til þess að ganga upp. Það er mjög einfalt telja mennina sem við höfum í sókn á móti varnarmönnunum og ef við höfum fleiri þá er sóknin vænleg. Ef við höfum færri menn í sókninni heldur en í vörninni þá þurfum við bara að bæta fleiri mönnum í sóknina. Þjóðalbataregla nr. 3. Reynum að búa til veikleika í stöðu andstæðingsins. Hvort sem það er fá hann til þess að hreyfa einhvern peð eða veikistöðuna einhvern hátt þannig að það sé auðveldara fyrir okkur að sækja. Þjóðalbataregla nr. 4. Reynum að fá mennin okkar til þess að vinna saman, hjálpast að í því að sækja á kónginn. Og þjóðalbataregla nr. 5. Reynum að reka varnarmenn andstæðingsins í burtu. Þá fækka varnarmönnunum og þá verða sóknarmennirnir okkar fleiri. Kíkjum á næsta dæmi og við erum aftur með stöðu sem er svipuð og þessi áðan úr ítalska leiknum. Svartur er búinn að hrókera og hvítur reynda líka, mjög eðlileg staða og hvítur lék í þessari stöðu. Svipuð leik áðan, riddari G5. Virðist ekki vera hótaninu vegna þess að þetta peð er vel valdað eins og áðan. Vandamál svarts í þessari stöðu er hann er ekki með mjög marga varnarmenn í kringum kóngstöðuna sína og mennirnir hans á drottningavængum þó þeir séu langt í burtu auðvitað taka ekki þátt í vörninni en þeir eru óvaldaðir báðir og þá eftir að hafa mikil áhrif síðar. Hvítur hótar í þessari stöðu að koma drottningunni í sóknina með drottning H5 eins og við sáum áðan. Þannig að hér getur svartur reynt eitt og annað til þess að verjast. Fyrsti leikur sem við ætlum að skoða er H6 til þess að reka riddarinn í burtu. Málið er bara að riddarinn þarf ekki að bakka, heldur getur hvítur notað taktískan möguleika í þessari stöðu, riddari drepur F7 vegna þess að þessi menn hérna eins og ég sagði áðan eru óvaldaðir. Og eftir hrókudreipur F7
biskup drepur F7 og kóngur drepur F7, þá kemur drottning F3 skák með tvöfaldri hótun á kónginn og riddarann. Og þið getur hugsað hérna, býtur við, getur ekki svartur varist, bæði varið kónginn og riddarann á sama tíma? Jú, hann getur gert það, en þá fellur biskupinn eftir drottning D5 skák og hvítur drepur á C5 í næsta leik. Þannig að eftir riddari G5 þá virkar H6 ekki vel fyrir svartan. Í skákinni þá reyndi svartur drottning E7 sem lítur aðeins betur út. Þá kom drottning H5 sem hótar auðvitað máti á H7 og svartur leik núna H6. Nú virkar ekki eins vel fyrir hvítan að drepa á F7 því að drottningin er komin í vörnina, þannig að hvítur hörfaði með riddarann á E4 með pressu á biskupinn á C5. Vandamálið fyrir svartan í þessari stöðu er að eftir eðlilegan leik sem að rekur til dæmis hennar biskup í burtu eins og biskup E6, dræpir hvítur á E6 og svartur má ekki drepa með drottningu af því að hún er upptekin við að valda biskupinn. Þannig að hann er að drepa með peði og þá komst annars mjög veik. Þannig að svartur ákvað bara að hörfa með biskupinn sinn á B6 og þá kom algjör sleggja frá hvítum. Hann fórnaði biskup með biskup drepur H6. Og það sem hjálpar hvítum með þessari stöðu er hann er einfaldlega bara með fleiri menn í sókninni heldur en er í vörninni. Ef við teljum bara mennina eldsnögt, þessir 4 eru í sókninni og meðan svartur er kannski með 1, 2 í vörninni. Þannig að svartur drap á H6 í þessari stöðu. Hann hefði þetta getað barist aðeins lengur eða hann hefði gert eitthvað annað en staðan var orðin mjög slæm. Og þá kom lykil hugmyndin hjá hvítum að því að biskupinn er á B3 og peð á F7 er leppur, þá gat hvítur í þessari stöðu leikið drottning G6 skák, kóngurinn verður að fara á H8 því að það er ólöglegt að drepa drottninguna og þá kom drottning drepur H6 skák og svo riddari F6 skák og svartur gafst upp því að hann verður að gefa drottninguna í þessari stöðu. Þannig að sannfærandi sigur hjá hvítum. Kíkjum þá næst á dæmi úr skák sem ég teldi og við erum með þessa stöðu hér. Hérna var að ræða hraðskák, þar sem ég hefði hvítt og svo sem ekkert merkilegt byrjunin að segja sjálf sér, bara báðir búin að koma mönnum sínum út. Svartur er búin að hrókera stutt, ég var ekki búin að hrókera og ætlaði líklega að fara að hrókera stutt. En í þessari stöðu gerði svartur mjög slæm mistök sem að gaf mig kost á að fara bara beint í kóngsókn. Svartur lék H6 og ef þið fylgdust vel með dæminu áðan þá munið þið að biskup á þessari skálinu leppar þetta peð hér. Þannig að ég drap riddarann á F6 og þá fór svartur að hugsa því að hann sá núna að ef hann drepi með biskup þá get ég drepið á G6 með drottningu, skák og svartur má ekki drepið tilbaka því að peðið er leppur og þetta er skelfileg staða fyrir svartan. Þannig að hann ákvað í staðinn að drepa með peði og hér þurfti ég að vanda mig því að ég var auðvitað búinn að sjá sömu hugmynd og vorum að tala með biskupinn, en ef ég hefði drepið á G6 með drottningunni núna, þá hefði ég verið of fljótfær því að svartur leikur D5, hótar biskupnum og drottningunum leið. Ef biskupinn bakkar þá fellur drottningin og ef drottningin fer eitthvað þá fellur biskupinn. Þannig að áður en ég drap peð á G6, þá drap ég fyrst á C5 og þegar svartur drap tilbaka, þá gat ég öruggur drepið peð á G6 og það er engin leið fyrir svartan til þess að stinga upp í biskupinn. Svartur er orðinn peði undir og með mjög slæma kóngstöðu þó hann sé búinn að hrókera. En þetta er gott þema fyrir ykkur til þess að þekkja. Við ætlum næst að sjá eina af kannski svona frægustu sóknar uppstillingunum sem hægt er að nota gegn kóng sem hefur hrókerað og þessi sóknar uppstilling er oft kölluð enska árásin. Svona upprunnin í Englandi hjá klúbbaskákmönnum sem notuðu þessa árásar aðferð ítrekað til þess að vinna skákir auðvelda í gamla daga. Og ensku árásin er þetta að nota í mörgum byrjunum og hún felst einfaldlega í því að mönnunum er stillt upp ákveðinn hátt til þess að undirbúa sóknina. Þessi stutta skák sem ég ætla að sýna ykkur kemur upp í þessari byrjun hér. Hálfgerð tískuvörn eða pirkvörn þar sem að svartur setur biskupinn sinn á G7. Og hvítur leikur núna F3, biskup E3 og drottning D2 og þetta er grunnurinn að sóknar uppstillingunni. Peð á F3 valdar G4-reitin þannig að riddarinn komst ekki þangað til þess að ángræna biskup. Og þessi biskup og þessi drottning eru tilbúin að skipta upp á þessum biskup hér. Og af hverju skipta upp á þessum biskup hér? Þetta er mikilvægasti varnarmaðurinn í svörtu stöðunni. Hann er búinn að hrókera og hann er búinn að setja biskupinn á G7, hann er búinn að skásetja biskupinn. Ef þessi biskup hverfur út af borðinu þá eru svarta kóngstæða miklu veikari. Þetta er eitt af atriðunum sem við ræddum áðan, að losa andstæðinginn við varnarmennina.
Svartur með marga menn í vörninni kringum kónginn og hvítur ekki með marga menn í sókninni. Hvítur byrjar að losa sig við varnarmanninn. Nú kom C6 og löng hrókun. Hvítur að fara að sækja á kóngsvagnum, þannig að hann vill hafa kónginn sinn á drottningavagnum. B5, svartur undirbýr sína sókn og núna biskup H6 til þess að losna við varnarmanninn. Þá kom A5 hjá svörtum og núna H4 hjá hvítum og þetta annar partur af sóknaráætluninni. Hvítur reyna að opna línur og hann vill leika H5 til þess að virka hrókinn á H-línunni. Svartur lauk núna B4 og hvítur hörfaði með riddarann sinn á E2. Þá kom biskup A6 og núna H5. Og hugmyndin hvítum að þó að þetta peð virðist verið í vandræðum hérna á H5, þá má svartur valla drepa. Við sjáum að eftir G-drepar H5, þá kemur drottning G5, hóta máti á leppaðan biskup hérna. Eftir riddar E8 kemur einfaldlega drottning drepar H5 og svartur kóngstaðan í mólum. Ef að svartur hefði drepið með riddara, þá getur hvítur drepið tilbaka með hrók hérna og svo drottning G5 og svartur verið mát. Þannig að þetta peð má ekki drepa. Svartur leik þess vegna riddari B til D7 og þá losaði hvítur sig við varnarmanninn hérna á G7, drap síðan á G6 til þess að opna H-línuna og hér getur hvítur byrjað að leika drottning H6 skák en hann hugsaði ég þarf að losna við einn varnarmann í viðbót, það riddarinn á F6. Leið ég búinn að losna við þennan varnarmann þá getur leikið drottning H6 og drepið síðan H7 og allt hreinur hjá svörtum. Þannig að hvítur leikur mjög flottu leik í þessari stöðu, E5 til þess að losa sig við riddarinn á F6. Og við sjáum það ef riddarinn fer strax í burtu þá kemur drottning H6 og svarta staðan hreinur. Þannig að svartur drap á E5, hvítur drap tilbaka með peði og þá kom riddari drepur E5 því að hvítur virðist vera að fórna peðinu. En nú vandamálið það að svarta drottningin á opinni D-línu og hvítur skákaði H6 og drap svo einfaldlega drottninguna á D8 og svartur gafst upp því að staðan hans að hrynja. En þessi sóknaruppstilling með peð á F3, biskup á E3 og drottning á D2, hún mjög öflug til þess að ráðast á kóngsstöðu andstæðingsins eftir að hann hefur hrókað. Þá ætlum við að sjá þessa stöðu hér og þessi stöða hér kemur úr skák heimsmeistarans í skák, Magnúsar Carlsen, sem að teldi þessa skák á heimsmeistarmótinu í hraðskák árið 2019. Andstæðingur hans sterkur stórmeistari Vladimir Belov og við erum með þessa stöðu hérna eftir 19 leiki. Svartur var að leika síðast riddari E7 til F5. Ef við horfum aðeins á hvítu stöðuna þá Magnús Carlsen með mjög sterkan riddara á E5, fínan biskup á D3 sem tónar vel við peðastöðuna. Hann líka búinn að stilla hrókunum og drottningunum upp hérna á E og F-línunni. Hann í rauninni tilbúinn í kóngssókn. Vandamálið bara að það þarf að opna einhverja línur og það þarf að losa sig við varnarmenn. Þessi tveir sterkur riddarar mjög truflandi fyrir hvítan. Þannig að Carlsen leikið þessari stöðu G4, mjög kraftmikill leikur. Það stundum sagt að það sé ekki skynsamlegt að vera að hreyfa peðin mikið fyrir framan sína eigin kóngsstöðu. En í þessari stöðu það í lagi því að svartur ekki nálægt í að komast í sókn á hvíta kónginn. Þannig að G4 og svartur hörfaði og núna F4. Hann að undirbúa að nota hrókana og opna línur fyrir þá. Svartur leik A6, hann að undirbúa sínar eigin aðgerðir, hann ætlar í minni hluta árás á drottningavangnum, reyna að leika B4 og búa til einhverja veikleika. Vandamálið bara að þetta aðeins að hægfara með við hvítu kóngssóknuna. Hvítur leik núna drottning G2, kemur drottningunni betri reit, undirbýr að hún getur tekið þátt í sókninni eftir að línurnar opnast. Þá kom B5 og núna F5. Svartur drap á F5 og eftir uppskipti hér drepið og drepið þá drap hvítur með hrók og hérna sjáum við bara að hvítur langt á undan að komast í sókn. B4 eins og ég sagði, þetta of hægfara. Hvítur leik hrókur E til F1, hótar að drepa á F6. Því að svartur mætti ekki drepa tilbaka af því að peðið leppur. Þannig að svartur leik kóngur F8 og þá hrókur G5 aftur með hótun. Og þetta erfitt fyrir svartan að eiga því ef hann færi riddarann þá opnast F-línan og F7 peðið fellur. Ef við stoppum aðeins núna bara til þess að telja mennina sem í sókninni, 1, 2, 3, 4 hvítir menn í sókn og það 1, 2 svartir menn í vörn. Hinir mennirnir uppteknir hinum megin á borðinu. 4 á móti 2 og þess vegna mjög líklegt að hvíta sóknin gangi upp. Svartur drap á C3 og hvítur drap á G7.
Þá kom C-drepa B2, svartur er að reyna sitt besta, hann á kannski ekkert betra. En þá kom hrókudrepa F7 skák og núna drottning G6 sem er frábær leikur, hótar fráskák með hróknum og hér gafst svartur upp, enda kóngstaðan að hruni komin. Síðasta dæmi sem við ætlum að sjá í þessu myndbandi er frá fyrrum heimsmeistaranum Garri Kasparov sem að var og er frábær sóknarskákmaður. Hann á þessa þumalputtareglu sem ég var að segja ykkur, telja sóknarmönnum á móti varnarmönnunum og þetta gerði mikið og var mjög duglegur að virkja alla mennina sína í sókninni. Í þessari skák hérna á móti skákmeistaranum Marjanovic þá er Kasparov með hvítt og er búinn að fórna peði. Svartur er peði yfir og var síðasta leik drottning D7 til þess að hóta riddaranum með F5. Málið er í þessari stöðu að svartur er með rosalega marga menn á drottningavengnum sem eru uppteknir þar. Sjáum það sem 3 menn hérna. Þannig að hvítur lék í þessari stöðu biskup H3. Hótar frá hótun með riddaranum, riddari H6 og vinnur drottningunum. Þess vegna leik svartur kóngur H8 bæði sig frá og þá kom annar flottur leikur hjá Kasparov, riddari E4 og hugmyndin er að nýta sér leppuna á D-línunni, svartur má ekki drepa þennan riddara. Kasparov er smátt og smátt að koma mönnunum sínum í sóknuna yfir á kóngsvænginn. Hann er með 4 létta menn hérna á kóngsvængnum sem eru að undirbúa hótanir gegn kóngnum. Hér kom biskup drepa B2 og Kasparov er ekkert að spá í þessum hrók hérna, heldur lék riddari G5. Sjáiði þessa hvítu menn sem eru komnir í sóknuna. Svartur væri þessar stöðu hræddur við að drepa hrókin á A1. Það eru svo margir möguleika fyrir hvítan. Mest freistandi leikurinn er drottning H5 sem að hóta máti á H7 og sjáum að eftir H6 það ætti hvítur að geta drepi hér. Þetta er svona eitt dæmi hvernig sóknin geti endað. Þannig að eftir riddari G5 þá leik svartur drottning C6, kemur drottningunni sinni af skálinu biskupsins og þá riddari E7 hóta drottningunni með tempói hérna, drottning F6 og núna riddari drepur H7. Og hugmyndin er að því að riddarinn er á E7 þá valdar hann báða þessa flottarætt fyrir kónginn en eftir kóngur drepur H7 kemur drottning H5 og svartur verður að gefa drottninguna til þess að bjarga mátinu. Þannig að eftir riddari drepur H7 leik svartur drottning D4 og þá drottning H5. Og hvað er hvítur með marga menn í sókninni hér? 1, 2, 3 og þá má eiginlega segja að þessir hérna séu líka með og jafnvel þessi hér vegna þess að hann tekur alveg þátt. Það eru lengi varnarmenn í svörtum. Þetta er þess vegna einfalt reikningsdæmi fyrir Kasparov. G6 og drottning H4 og nú kom biskup drepur A1 og svartur er þess vegna hróki yfir en eftir riddari F6 þá gafst hann upp. Þetta er fráskák, kóngurinn var að fara út á borðið og hér eru margar leiðir til vinnings fyrir hvítan. Ein er biskup H6 skák og svo biskup drepur F8 eða drottning H6 skák, kóngur drepur F6 og biskup G5 mát, jafnvel ennþá fallegri. Margar leiðir fyrir hvítan til þess að vinna þetta en aðalmáli var að nota mennina og hafa fleiri menn í sókninni heldur en eru í vörninni. Við látum þetta duga í bili, gangi ykkur vel að sækja á kóng andstæðingsins. Bless, bless.